velkomin. Ég heiti Vigdís Fríða og verð fundarstýran ykkar í kvöld. Viðburðurinn á vegum Samtaka grænmetisæta á Íslandi og tilgangur kvöldsins að kynnast stöðunni og sjónarmiðum helstu stjórnmálaafla í landinu svokallaðan mjólkurskatt. Sömuleiðis ætti umræðan að vera til þess fallin að gera rými fyrir nýjum leiðum. Í pallborðinu sitja Albertína Friðbjörg Elíasdóttir frá Samfylkingunni, Ásmundur Friðriksson frá Sjálfstæðisflokknum, Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn, Olga Margrét Silja frá Pírötum, Una Hildardóttir frá Vinstri grænum og Halla Signý Kristjánsdóttir úr Framsóknarflokknum. Gefið þeim gott klapp. Við boðum alla flokka sem sitja á þingi á pallborðið en það fékkst ekki svar frá Flokki fólksins. Miðflokkurinn hafði áður látið okkur vita á því að þau sæju ekki færi á að senda þátttakanda en sú staða breyttist í dag og fannst aðeins svo seint að breyta pallborðinu á þeim tíma en þau vildi allavega myndu láta ykkur vita. En auk þess var hagsmunaaðilum sérstaklega boðið að koma. En áður en pallborðsumræðurnar hefjast ætlum við að gefa öllum í pallborðinu færi á að svara aðalspurningum málþingsins á ríkið að niðurgreiða mjólk og þar á eftir verður opnað fyrir spurningar og sal. En nú komið að kynningu formanns Samtaka grænmetisæta á Íslandi. Hann ætlar að kynna sjónarhorn sem við komum kannski ekki til með að heyra úr pallborði. Gefið Benjamín Sigurgeirssyni gott klapp. Já, góða kvöldið. Gaman að sjá svona marga mæta hér í kvöld. Maðurinn hefur 23 litningapör í sínu genamengi og einhvers staðar á litningi 2 LCT-gen sem kóðar fyrir laktasapróteininu sem gegnir því hlutverki að brjóta niður laktósa. En laktósa er sykur sem finnst í mjólk. Fyrir okkur og öll spendýr afar mikilvægt að líkami okkar sé þannig útbúinn að hann geti brotið niður laktósa. Laktósa er eingöngu að finna í mjólk og þegar við hættum að nærast af móðurmjólk þá slekkur líkaminn á geninu sem brýtur niður laktósa. Líklega er þetta hluti af nokkurs konar orkusparnaði líkamans að vera ekki að framleiða prótein sem engin þörf er á. Mannfólk er því flest frá náttúrunnar hendi með það sem í daglegu tali kallast mjólkurófur. Fyrir 10–12.000 árum í kjölfar landbúnaðarbyltingarinnar og við fórum að halda dýr til manneldis meðal annars fyrir mjólkurbúskap. Það þróaði fólk með sér genabreytingu í LCT-geninu sem gerði kleift að það gat brotið niður laktósa alla ævi og gat þar af leiðandi drukkið mjólk úr öðrum mæðrum annarra dýra alla ævi. Ávinningurinn sem þessi genabreyting hafði fyrir afkomu þess fólks sem neytir mjólkurvara er ótvíræður og sýna genarannsóknir að þau gen sem tengjast mjólkurþoli hafa lifað af í gegnum kynslóðir vegna jákvæðs vals frá náttúrunnar hendi. Það þarf því ekkert að efast að mjólkurbúskapur mannsins og öðrum dýrum hafi bætt afkomu fólks og stuðlað að því að fólk geti búið á norðlægum slóðum. En þó svo eitthvað hafi reynst okkur gott einhvern tíma, þýðir ekki endilega að það sé svo frábært í dag. Eins bara þó við getum gert eitthvað, eins og til dæmis brotið niður laktósa þegar við erum 50 ára, þá þýðir það ekki endilega að við eigum að gera það. Það er ekkert sama sem merki á milli þess að geta gert eitthvað og að eiga að gera það. Líffræðileg þróun gerist hægt, en önnur þróun tengd á mannfólkinu gerist oft mjög hratt. Því til stuðnings nægir að benda á tækniframfarir okkar seinustu 100 ára. Einnig hægt að benda á siðferðislegar framfarir sem hafa tekið verulegum framförum seinustu 300 árum eða svo. Maður þá til dæmis nefna baráttuna gegn kynþáttamismunum, baráttuna fyrir réttindum kvenna og baráttuna fyrir réttindum samkynhneigðra. En þetta allt baráttur sem hafa náð verulegum árangri, sérstaklega á vissum stöðum í jörðinni. Baráttan fyrir réttindum dýra er öll yngri og komin styttra á veg. Og þó svo að heimspekilega grunnstoðir megi finna í máli Jeremy Benthams aldamótin 1800, þá var það líklega ekki fyrir árið 1975 með bókinni Animal Liberation eftir Peter Singer að lagður var traustu grunnur að siðferðislegri stefnu þess efnis að við ættum að taka tillit til hagsmuna dýra af annarri tegund en okkar eigin. Meðal annars vegna þessar siðferðislegu þróunar sem eru í gangi hjá mannum, þá spretta núna upp eins og gorkúlu fólk sem fyrstu virðast algjörlega kolklikkað og kennir sig við veganismann. Eitt af því sem veganar gera er að þeir drekka ekki kúamjólk
en ég neita þeir annarra mjólkurvöru. Þeir láta samt ekki þar við sitja, heldur gagnrýna þeir annað fólk fyrir að drekka kúamjólk og hvetja fólk til þess að fylgja þeirra fordæmi og fagna mjólkurvöru sem lífstíl. Geta þessi veganar ekki bara látið venjulegt fólk í friði? Hvers vegna það svona umhugað að neysla mjólk fari dvínandi eða hætti alfarið? Kannski veganar svona umhugað heilsu annarra, en þeir benda stundum á að mjólkurneysla sé alls ekki svo góð heilsu manna eins og haldið hefur verið hátt á lofti seinustu áratugi. Þar bendaði til dæmis á rannsóknir sem tengja saman ristilkrabbamein í körlum við mjólkurneyslu og benda á beinþynning og beinbrot sem mest hjá þeim þjóðum sem neyta mest af mjólk. En nei, líklega hafa veganar engar almennar áhyggjur af heilsu fólks nema kannski sínar eigin og sínar nánustu. Eins eru næringarfræðilegar rannsóknir alls konar og það eru til rannsóknir sem sýna jákvæð teikn milli mjólkurneyslu og heilsu. Samt sem þá fullt af fólki sem forðast mjólkurvörur heilsu sinna vegna, vegna þess að það hefur ekki erft genabreytinguna af FCT-geninu sem leiðir til mjólkurþols á fullorðinsárum. En framleiðendur kunna nú samt ráð við því. Þeir taka bara laktósu með mjólkinni. Voila! Nú geta allir drukkið kúamjólk, allir ætti að vera ánægðir. En nei, ekki þessi veganar sem alltaf fúlir og á móti kerfinu. Hvað er eiginlega að þessu liði? Svo gera þetta svo frakkir að halda því fram að þessi siðferðislega rangt að framleiða og drekka kúamjólk. Segja sæðingar kúa sé ofbeldi. Sæðingar kúa fela reyndar í sér á löngum málröru sé stungið inn í lögu kúarinnar og mannsendi samtímis stungið inn í endaþæmuna til að hliðra leginu til. En það var alltaf ofbeldi. En auðvitað ef slíkt væri framið á mannesku, þá er það ofbeldi, en þetta er kú. Og það er erfitt að vita hvað kúm finnst, þannig að það er mjög auðvelt að ákveða að þeim finnst þetta svona svæðing bara fín. Kannski er kúm kinky og finnst þetta bara pínu gott. Já, segjum það bara. Vilja þessi veganar kannski láta náttúruna ráða för og hleypa 500 kílógramma nauti upp á nýkynþroska kú sem er aðeins 150 kíló. Það finnst kúnni nú örugglega ekki gott. En það ætla ég að minnst kosti átta. Þessi veganar hafa greinilega aldrei farið í sveit. Veganar gera líka athugasemd við aðskilnað móður og afkvæmis sem jú óhjákvæmilega á sér stað í mjólkurinnar. Og jú öll spendýr hafa mikla þörf fyrir nánd milli móður og afkvæmis. Tja, nema kannski kýr og kálfar. Og í raun er betra að aðskilnaðurinn eigi sér stað sem fyrst eftir að kálfurinn fæðist til annars ná dýrin að tengjast og aðskilnaðurinn vera erfiðari fyrir alla. Einnig, ef kálfurinn fara að sjúga spena móður sinnar, þá geta spenarnir bjagast með þeim hætti að þeir passa illa í mjaltavélina og þá meiðir kúan sig þegar hún er mjólkuð. Það viljum við nú ekki, að kúan meiði sig. En það sem veganar vilja. Það er ekki eins og þetta sé gert bara í gamni. Það er hugsað vel kýrnar þeim er gefið húsakjól og mat. Já, og svo er að reynda að senda þær í sláturhúsi þegar sæðingar hægt að byrja árangur eða þegar kýrnar byrja að framleiða minna mjólk. Já, vitið, það er kannski ekkert allt fallegt við þetta, en hei, þetta er bara hringrás lífsins. Ljón, éta antilópur og svo framvegis. En vá, pælið í hvað þessi veganar geta verið klikk. Fyrir afsakið þetta rant í mér, þetta mál snýst ekki siðferði mannsins gagnvart dýrum, heldur hvort ríkið eða niðurgreiða mjólkurvörur. En þó má ætla að sá hluti ætti að vega í þeirri spurningu. Ég ætla að fá að halda aðeins áfram. Ef í dag kemur fram hópur manna og leiðir til að fá ríkisstyrk til þess að framleiða drykkjar og matvörur, er óvíst að sú beiðni verði samþykkt. Jafnvel þó hópurinn myndi staðfesta að drykkurinn væri ekkert sérlega hollur og framleiðslan fæli sér brot og grunnþörfum dýra með endingu dauða þeirra, þá er ég ekki svo viss að viðbrögðin væru jákvæð. Mögulega, ef hópurinn lofaði í ofanálag að framleiðslan færi fram á Kópaskeri sem myndi selja afurðir sínar á verði sem ríkið ákveður til afurðastöðvar sem væri staðsett á Neskaupstað, þá myndi ríkið hugsanlega taka málið til athugunar. Já, mjólkurframleiðsla og ríkisstyrkur á henni kemur furðulega fyrir sjónir hjá mörgum. Þó eru samt líklega mun fleiri sem sjá lítið að slíkri framleiðslu og fagna því jafnvel að hún sé ríkisstyrkt. Afstæði þeirra sem eru vegan er nokkuð skýr. Þeir flestir myndi fagna því að framleiðsla og neysla af kúamjólk myndi dragast verulega saman.
En veganar ráða þessu ekki, blessunarlega, myndu sumir segja. En þeir geta haldið málþing og spurt þá sem ráða, hvers vegna á ríkið að styrkja framleiðslu á kúamjólk? Takk. Já, skemmtileg klukka. Við erum með tímaverð hérna fyrir umræðurnar og nú eiginlega bara komið að ykkur að svara og ég bið ykkur að reyna að vera kjarnyrkt og stuttorð og halda ykkur innan 5 mínútna marka. 5 mínútna? Þú veist við erum í pólitík. Já, ég veit að þið eru í pólitík. Ég heyrði 7 og það var búið fyrst. En það ekki rétt. Varstu búin að gera 7 mínútna ræði? Ég Við getum alveg gefið ykkur 7. Ég stela Ása. Hann eitthvað skoðan Ása. Já, ok, þá segir ég 5 mínútur. Upp á stóri. Þegar það hægt að hringi þá verður þið bara hægt að. Við byrjum bara hérna og höldum svo áfram og svo þegar þið hafið öll lokið af ykkur þá fáum við okkur kaffi. Ekki? Ég hef það. Frábært. Takk hérlega fyrir og takk hérlega fyrir að skipuleggja hana fyrir. Ég veit eiginlega ekki alveg hverju að byrja. Kannski byrja á því að gera aðeins grín að sjálfur mér. Ég er nánast grænmetisæta að þörf, að nauðsyn. Ég er svo vel búinn að vera með mjólkurafór. Ég mána mig fyrir fiski og svo hætti ég að borða rautt kjöt daginn sem hefur valdið mig töluvert miklu vandræðum í þinginu út af því að það er alltaf rautt kjöt í mötuneytinu. Nei, þetta var djók, það er alls ekki alltaf rautt kjöt. Það er aðeins að deila í með tveimur þegar ég er að tala, þau bara útskýra það strax. Og ef ég blóta þá er það líka bara viljandi. En þar af leiðandi þetta hefur verið samt mjög áhugaverð reynsla. Ég reynda nokkru sinnum tekið tíma fyrir það sem ég hefur verið grænmetisæta og þegar ég gerir það þá náttúrulega verði ég nánast víkan út af því að ég líkaminn minn meltir ekki allt hitt sem er óþarflega miklar upplýsingar til að deila með ykkur. En það breytir því ekki að þetta hefur valdið því að ég hef gert mér mjög vel grein fyrir og sérstaklega sem betur fyrir hefur þetta þróast rosalega hratt núna síðustu 2-3 ár. Það er orðið miklu auðveldara að standa í þessu. En ég lendi samt ennþá í vandræðum með að, sérstaklega með fiskinn út af því að þið veit ég er upprunalega frá Ísafirði og þið veit ekki hversu oft ég hef fengið ertu Ísfirðingur og borðar ekki fisk, hvað er alveg? Eða ertu Íslendingur og borðar ekki fisk sem er náttúrulega þegar maður er erlendis. En málið er náttúrulega fyrst og síðast að maður verður að fá að nærast af því sem henta manni best og manni líður vel með. Og ég ber mjög mikla virðingu fyrir því lífsvali að borða ekki dýraafurðir eða neyti ekki dýraafurða. Og ég verð reyndar að viðurkenna, ég skammaði þess minn pingu í morgun út af því að mér langaði náttúrulega að líta vel í ykkar augum. Ég á bara leðurskó. Og það var mjög áhugavert samt að fara í gegnum hugsununa og ofboðslega fólk og ég er að eyða allt miklu tíma í að tala sjálf um mig. Alls ekki það. En hvað er það? Samfylkingin er með landsfund núna eftir rúma mánuð og ég veit að þetta verður til umræðu þar að segja að stefna Samfylkingarinnar í þessum málum. Hún hefur svo sem komið fram áður, til dæmis á 144. löggjafarþingi 2014-2015 þegar Helgi Hjörvar og fleiri lögðu fram frumvarp til laga breytingu á lögum framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum númer 99/1993 þar sem þau lögðu til að allar undanþágur til dæmis á samkeppnislögum varða samráð varðandi mjólkuriðnaðinn og fleira í því samhengi að það yrði fellt burt. Þannig að þetta hefur sannlega verið til umræðu hjá Samfylkingunni og vonandi og ég veit það að til og með ángir jafnaðarmenn eru að ræða það núna að koma með tillögur inn á landsfundinu og ég er mjög spennt að taka það samtal þar og vonandi haldið þið annan fund fljótlega og bjóða mér aftur og þar sem ég mun lofa að tala minni sjálf mig og mér stefnu Samfylkingarinnar mjólkuriðnað. En vegna míns bakgrunns, áður en ég fór á þing þá var ég framkvæmdastjóri í félagi sem heitir Eimur og starfar á Norðurlandi eystra. Við vorum að fjalla bætta nýtingu á jarðhita
og þar voru bara svolítið sjokkerandi staðreyndir sem að ég komst að því gegnum mitt starf sem að ég bara við erum alltaf svo stolt af því að við erum með bestu paprikunar, bestu tómatana og allt það og rosa flinki að framleiða það og gúrkur. Við erum að framleiða vandræðalega lítið af grænmeti og ávöxtum miðað við hvað við gætum verið að gera. Bara til að mynda, þið takið þessum tölum með fyrirvara, þá erum við að tapa það bil Kárahnjúkavirkjun í varmaorku sem við gætum verið að nýta til þess að framleiða grænmeti og ávexti. Og mér langar til að taka þessum dæmi, og þetta er hér á enn áfatatíma, Holland. Vissuð þið að Holland er annar stærsti útflytjandi af grænmeti, af mat í heiminum, næstu eftir Bandaríkjunum. Og hvernig gera þeir það? Jú, í gróðurhúsum. Fullt af gróðurhúsum. Og hvar stendur Ísland í þessum málum? Við erum allt og aftarlega á merinni og það einhver sorglegt út af því ég veit sérstaklega þeir sem eru vegan horfa líka á vistspor og annað slíkt. Við viljum þetta borða innan og bara að lokum og það sem er svo skemmtilegt og merkilegt við þetta allt saman út af því við eigum að það þessa græna orku við gætum verið að flytja út fullt af slíkum matvælum eða að minnstu kosti framleitt fyrir okkur sjálf. Takk. Komið sæl, ég heiti Ásmundur Freyrisson og kem hingað fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að fá að tala við ykkur. Ég vil þakka fyrir þetta tækifæri sem ég fæ hér í kvöld til að ræða þessi mál og þó við höfum ólík sjónarmið þá er það auðvitað þannig að maður ber auðvitað virðingu fyrir skoðunum og lífsmynstri fólks, hvernig það vil haga sínu lífi, hvernig grænmetisætur vilja hafa sitt líf og hvernig þeir sem að neyta kjöts og fiskjar og annar hefðbundinnar neysluvara að þá held ég að við getum lifað í sátt og samlyndi með það eins og við getum verið í sátt og samlyndi á þessum fundi farið við þessu mál, spurt eðlilegar spurningar. Hérna verið að spyrja hvers vegna ríkist eigi stiga framleiðslu á kúamjólk. Og það er svona í stuttu yfirliti hérna að ég var að fá punta í dag að þessi ekki svona 10.000 ár síðan mannskepnan voru að nýta sér mjólk og mjólkurafurðir bæði það var svona kýrin og nautin voru svona þær skepnur sem að gátu leyst svona veraldlegar þarfir mannsins best af öllum skepnum. Við Íslendingar getum líka verið afar stoltir okkar landbúnaði. Hér á Íslandi er svona fjölskyldulandbúnaður, lítil bú sem við telja kannski svona meðaltals fjós á Íslandi, svona cirka 45-50 kýr í fjósi, ganga lausar og lifa mjög frjálsu lífi. Víða eru komin svona mjaltarþjónar sem að þær velja sjálfar kýrnar hvenær það eru mjólkaðar og þannig að það er farið eins mannúðlega dýrunum og mögulegt er og ég held að það sé í fáum stöðum í heiminum þar sem að er í lögum að kýr skuli vera hleypt úr fjósi. Já, ég held að sé að mjög 8 vikur á því, maður ekki náttúrulega tíma, en það er sem fundið lög að kýrnar gangi frjálsar út í byrju lofti. Það er mjög sérstakt. Við verðum líka varfið við það hvað útlendingar eru hrifnir af íslensku landbúnaði og fjölskyldulandbúnaði, þar sem eru fáar skepnur á stóru jörðum, það var nóg að bíta á brenna og það er vel hugsað þau og það sem er líka einkennir íslenskan landbúnað að flestum bæjum nánast öllum bera dýrin nöfn. Það er mjög sérstakt og sýnir svona hvar við erum stödd og í þessu búskap sem er náttúrulega búinn að vera hér frá því að landið eða byggð hófst í landinu. Hingað komur landnámsdýrin og þau hafa verið hér síðan. Og ég held að það sé mjög gott fyrir okkur að lifa í sátt og samlyndi með það að þeir sem vilja neyta þeirra fæðu gera það og eins þeir sem vilja neyta annar fæðu gera það líka. Og varðandi fyrirspurnina þá vil ég bara benda á það að stuðningur við bændur hefur lækkað mjög mikið í Íslandi á undanförnum árum. Það var fyrir nokkrum árum
5% af vergri landframleiðslu, það segjum við kannski lítið, svona hérna hóp, en í dag það bil 1%. Það hefur lækkað mjög mikið og þannig má til mér benda á að stuðningur við hvern lítra framleiddri mjólk var árið 2006 67 krónur en á síðasta ári 39 krónur á hvern framleiddan lítir. Þannig að mjólk sem seldir á það bil 130 krónur eða 126 krónur í heildsölu, að af þeim lítir fær bándinn 87 krónur í sinn hlut. Og það má benda á sama tíma að sódavatn sem dælt á plastflösku kostar það bil 180 krónur í bónus. Þannig að mjólkin ódýr og það bara mjög mikilvægt að þessi neysluvara sem Íslendingar hafa lifað á lengstum á tímabili framan af síðustu öld voru það bil 60% þess sem Íslendingar neyttu mjólkurmatur hvers konar. Þannig að þjóðin hefur lifað á þessu lengi og ekki nokkur ástæða auðvitað að vera hætta því. Það er 75 ár síðan að niðurgreiðslur á búur hófust á Íslandi. Það var gert vegna þess að menn þess tíma voru að reyna að halda niður verðbólgu og tryggja það að bændur hefðu sómasamleg kjör í þessu landi. Ég vil líka minna á að það eru þetta margir aðilar í þessu landi sem að njóta fyrirgreiðslu. Við búum sem betur fyrir við niðurgreitt heilbrigðiskerfi og menntakerfi, þannig að það víða sem að við njótum þess að ríkið kemur að og það nauðsynlegt til þess að bæða til að styrkja og standa undir velferð samfélagsins. Þá er komið að mér, 6 mínútur. Ég ætla að byrja að þakka kærlega fyrir þetta góða boð. Það er mjög gaman að fá að ljúka þessum degi hér og ræða þessi mál. Við erum búin að vera í þinginu í allan dag að ræða fjármálastefnu og stofn efnahagsreikning ríkisins, þannig að þetta er kærkomið. Þetta áhugaverða mál, þessi spurning, snýst að mínu mati og okkar í Viðreisn frelsi. Frjálsa samkeppni, frjálsa bændur og frjálsa neytendur. Og svo auðvitað það hagsmuni sem búa að baki. Og ég ætla alveg að tala út frá því að núverandi kerfi beri hagsmuni bænda fyrir brjósti, beri klárlega hagsmuni ýmissa annarra líka, mögulega ekki neytenda, en við viljum virkilega setja það á oddinn. Mér langar aðeins að tala um samkeppnina fyrst. Stefna Viðreisnar lítur að auknu frjálsræði í landbúnaði, aukinni samkeppni og meira vali fyrir neytendur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, fyrrverandi landbúnaðarráðherra, var að leggja drög í sinni stuttu ráðherratíð að breytingu á búvörulögum, þar sem meðal annars var tekið til, og þið fyrirgefið, nú tekjum gleraugun er að vera að skoða þetta, ég tekið það að fara í það, veigamiklar undanþágur þar að segja, fara á stoppa þessar veigamiklu undanþágur frá samkeppnislögum sem hafa gilt í mjólkuriðnaði. Við vildum afnema þessi sérákvæði. Klárlega náði þetta mál ekki fram að ganga hennar ráðherratíð, en við erum ennþá og munum halda því vakandi og leggja þetta fram aftur. Fyrir því er í stórum dráttum tvær mikilvægar ástæður. Annars vegar, þrjár, þetta er náttúrulega bara rugl, samkeppnislögum sem hér eiga að gilda og samkeppniseftirlit yfirvöld hafa ítrekað gert athugasemdir við þetta. Í öðru lagi þá leiðir þetta til þess að lítil og meðalstór fyrirtæki í mjólkuriðnaði eiga einfaldlega erfitt með að festa sig í sessi með tilheyrandi tjónum fyrir neytendur. Þá sem neyta þeirra vöru og þeirra sem búa síðan við það þarf að styrkja henni neyta að þeirra reksturinn gengur í, ekki svo. Það var hins vegar mikil mótspyrna frá sérhagsmunaöflum og fulltrúum eldri flokka, gömlu flokkana. Og síðan í annan stað, þegar maður skoðar áfram með hagsmuni neytenda að leiðarljósi, þessi undanþága mjólkuriðnaðarins frá samkeppnislögum tók gildi árið 2004 og síðan bara skemmst svo því að segja að verð á mjólkurvöru hefur hækkað töluvert umfram almennt verðlag, umfram næstu vísitöluna þegar húsnæði er tekið frá. Þannig að ekki liggja nú hagsmuni neytenda þar. Þá er það spurningin, á ríkið að niðurgreiða mjólkurvörurnar? Það er ekkert launungamál að við í Viðreisn erum þeirra skoðunar, líkt og telja flestir, að landbúnaðurinn er mjög mikilvæg atvinnugrein sem styður bæði við byggð í landi og fjölbreytni atvinnulífsins
og því miður ekki alltaf færum að standa á eigin fótum eins og við þekkjum. Við erum fylgjandi stuðning í landbúnað þó við séum ekki fylgjandi þessu núverandi kerfi og teljum það langt frá því að vera hafið yfir alla gagnrýni. Það engin sterk rök fyrir því, almenn rök fyrir því að slíkt styrkjakerfi mismuni þannig að afurðum sé gert mismunandi hátt undir höfði. Afurðum þessa kerfis, líkt á raunverulega veikna. Þannig að við viljum endurskoða kerfið í heild með áherslu á það hvernig hægt að styðja bændur án þess þó að með þeim stuðningi sé ríkisvaldið að hlutast til hvernig framleiðslunni sé háttað, hvað sé framleitt og hvað sé söluverð það verður með tilliti til verðlagningar. Það eiga einfaldlega bændur og neytendur að gera í samráði, líkt og með annars staðar þar sem frelsið ríkir á markaði. Við viljum ekki leggja af þennan ríkisstuðning við matvælaframleiðendur, en við viljum heldur ekki að ríkið noti þennan fjárstuðning til þess að stýra framleiðslunni. Við trúum því sem sagt að rétta leiðin sé að veita bændum frelsi til framleiðslu og það muni skila sér í aukinni nýsköpun, betri tengslum framleiðslu og neytenda, réttu samspili framboðs og eftirspurnar, fjölbreyttari vöruframboði og síðan á endanum þá ánægðari neytendum og bændum. Núverandi kerfi ýtir undir framleiðslu mjólkurafurða. Við býðið bara þegar þið kostum minn aldur. Við skipum niðursnar á endurskoðunarnefnd búvörulaga í tíð Þorgerðar Katrínar sem landbúnaðarráðherra gaf þessum sjónarmiðum neytenda og umhverfismála meira vægi. Þar var sem sagt verið að auka samvinnuna, breytta aðkomu hagsmunaaðila að þessari endurskoðun og síðan lét nýr landbúnaðarráðherra, Kristján Þór Júlíusson, það vera meðal sinna fyrstu verka að leysa þennan samráðshóp upp og skipa nýjan og aftur þá þrengja aðkomu þessara aðila. Og hverju mótmæla fyrir utan þá sem vilja frelsi og frjálsa samkeppni í alvöru? Það eru samtök ungra bænda sem sjá sér ekki hag í því að þrengja aðkomu þeirra sem hafa þessi mál að segja. Þannig að ég með margt og mikið fleira. Ég ætla að þakka fyrir þessa umræðu Benjamín siðferðina og mín skoðun þar eins og annars staðar að þar það náttúrulega neytenda að hafa áhrif. Ef þeir geta þá frjálsamarkaði þá það þeirra vitund og ég bendi hér á nokkuð sem við erum væntanlega að taka eftir að hér töluvert lægri meðalaldur en oft á svona fundum. Þannig að það framtíðarinnar. Ég spáði því að þessi siðferðimál verði komið jafn hátt upp á borðið og umhverfismál eru núna í framleiðslu eins og Albertína kom inn á og við ræðum kannski betur á eftir. Þau voru sannarlega ekki hátt skrifuð fyrir einhverjum 10-15 árum. Þannig að það ekkert stutt í þetta, langt í þetta. Takk. Olga Margrét heiti ég og tala hér fyrir hönd Pírata. Ég vil bara þakka gott boð og fagna þessum umræðum. Spurningin sem var sett hér upp fyrir fundinu var hvort það sé réttlætanlegt skattgreiðendur niðurgreiði mjólkurvörur. Og til þess að svara því að það langar mig aðeins að tala landbúnaðarstefnu Pírata, þar sem gert ráð fyrir því að bændur getur stýrt í sjálfir hvað þeir framleiða með tilliti til eftirspurnar markaðarins. Þannig hægt að auka bæði hag neytenda og bænda. Þannig að ef það ekki eftirspurn eftir mjólkurvöru þá ættu bændur að geta farið úr mjólkurframleiðslu og yfir í aðra framleiðslu sem meiri eftirspurn eftir. Og það ljóst að sala á mjólk hefur dregið saman og eins og Benjamín benti hérna réttilega á í opnunarræðinu sinni áðan þá kannski ekki alveg vel sýnt fram á að við þurfum alla þessa mjólk eins og var það muni kannski einhverju eftir auglýsingaherferðinni 3 mjólkurkílós á dag sem gríðarlega mikið magn af mjólk ef við pælum í því og ég ekki alveg sannfærð að við þurfum svo mikla mjólk til þess að lifa af. Og auk þess þá hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin einnig bent á og við þurfum að skipta út kjötneyslu yfir í aðra umhverfisvænni neyslu. Þannig að það þarf að endurhugsa styrki til bænda og framleiðslu á dýraafurðum yfir þau. Þannig að í okkar landbúnaðarstefnu þá leggjum við áherslu á að greiðslukerfinu verið breytt í hvatatengt styrktakerfi.
Þar gerum við ráð fyrir grunnfærslu og til þess að fá þessa grunnfærslu þá verður meðal annars að hafa sjónarmið dýravelferð að leiðarljósi, bara til þess að fá þessa grunnframfærslu. Einnig yrði í kerfið innbyggðir hvatar til þess að hvetja bændur til þess að stunda umhverfisvæna framleiðslu og lífræna framleiðslu. Þannig geta bændurnir frekar hvað þeir framleiða og þannig á þetta að stuðla bæði að nýliðun og nýsköpun. Einnig með hag- og sjálfsákvörðunarrétt neytenda í huga þá viljum við afnema tolla á landbúnaðarvöru og þetta myndum við gera í skrefum, ekki allt í einu og þannig þá myndast vissulega samkeppni á markaði og þá hægt að flytja inn vörur sem ekki fáanlegar hér á landi. Þannig að ítreka að við viljum ekki afnema kerfið eða leggja niður bændasamfélagið í heild, við viljum einfaldlega bara breyta kerfinu þannig að það getur bæði verið í hag bænda og neytenda. Takk fyrir. Já, komið sæl, ég vil þakka kærlega fyrir boðið. Ég heiti Una og ég kem frá Vinstri-hreyfingunni grænu framboði. Ég vil ekki geta sagt ég verið vegan en eins og staðan í dag þá vinn ég í bændahöllinni og að öllu öðru leyti, ég veit, ég ætla bara að viðurkenna þetta strax að líf mitt svolítið mikið þversögn og mér finnst ég að læra mjög mikið af því og þess vegna finnst mér mjög áhugavert að koma inn í dag og ræða þetta málefni út af því að ég gæti vissulega sagt að nú kemur ég frá VFG sem vinstrisinnaður flokkur og já, við viljum að ríkið niðurgreiði íslenska framleiðslu, næsta mál, þú veist. En mér finnst þetta óbúslega mikilvægt út af því að frá mínu sjónarhorni þá getur ríkið ekki beint stjórnað neytendum. Ég get ekki stjórnað því að pabbi minn hætti að borða kjöt. Það er bara, ok, ég get reynt og ég reynt að sýna honum örflíks og eitthvað, ég get sjálf að vera og hann er alveg sama. En hann er alltaf að fara að kaupa mjólk og hann er alltaf að fara að kaupa kjöt. En það sem ég geti gert með því að vera nú á Alþingi og fara í vissar kerfisbreytingar er að tryggja að varan sem hann kýs sér sé góð og að velferð dýranna sé tryggð. Að við séum ekki, eins og með að, eins og ég segi, ég er frá Vinstriflokk, með því að hafa þessa framleiðslu frjálsa er ég óbúslega hrædd að við færumst einhvern veginn í átt af einhverjum verksmiðjubúskap sem að einhvern veginn er ekki það sem við viljum sjá hérna á Íslandi. Ég meina, Ási fór hérna yfir hvernig staðan er á þessum mjólkurbúum í dag og ég meina, þess að ég segi, ég heyrði hvað þú sagðir áðan og ég hef alveg kynnt mér hvernig staðan er inn á þessum búum og ég hef sjálf tekið það ákvörðun og Ási hefur tekið sína en ég vil sem tryggja að á meðan að hann velur að fá sér venjulega mjólk en ekki Oatly að bak við þessa vöru eru kýr sem að koma ekki einhvern veginn úr hræðilegum aðstæðum. Og ég er líka óbúslega hrædd það ef eftirspurnin er meiri en framleiðslan á Íslandi ef við fyrir mikla breytingar á kerfinu þá þurfum við að fara að flytja inn mjólk eða mjólkurduft erlendis frá. Og ég meina, við vitum öll hvernig staðan er að búa erlendis að það er ekki vara sem ég vil sjá einhvern veginn í búðum hérna heima og heldur ekki inn í bakaríum og veitingastöðum og ég vil allavega halda áfram með þetta kerfi sem er í gangi í dag til þess að tryggja velferð dýranna upp að eins miklu marki og við getum til þess að varan sem að neytendur velja sér sé skást. Ég er ekkert að segja að hún sé eitthvað góð en að við bjóðum allavega upp á skástu vöruna út af því að það er eitthvað sem við höfum miklu sérstöðu hér í Íslandi að við eigum að halda áfram að vinna með hana og já, ég er alveg tilbúin í þessar kerfisbreytingar í landbúnaði en við þurfum að fara í þær hægt og örugglega og tryggja að þá erum við að taka einmitt mið að velferðarsjónarmiðum og umhverfissjónarmiðum. Það var ekki meira og ég hlakka til að fá líka spurningur úr sali, þetta hafi verið mjög áhugavert. Og það heitir Springfield
í Smáralind, þar fekk þessa fínu gerfi sko. Ég með þess að létt pappa hérna bónað áður en ég fór á þing í gær og þeir eru bara einhvern nýjir. Já, komið sæl, Halla Signý heiti ég og kem fyrir hönd Framsóknarflokksins. Ég ekki vegan en ég ber virðingu fyrir þessu vali og ég vonast til fyrir virðingu fyrir mínu vali. Sem betur fer lifum við á þeim tímum að við getum lifa við þetta val eins og Albertína sem á erfitt með ýmsa fæðutegundir og þið sem veljið þetta eingöngu að þetta var ekki gjörningur fyrir 20, 30, 40 árum, eða kannski 50, en kannski fleiri ár síðan. En sem betur fer þetta val sem að fólk getur bara valið sér. En á hverju erum við að greiða niður mjólkurvörur á Íslandi? Opinber afskipti af landbúnaði og matvælaframleiðslu eru náttúrulega veruleg í flestöllum löndum í heiminum og við erum engin undantekning á því og þetta hefur verið gert til að tryggja fæðuöryggi, auk þess sem þetta hefur verið notað sem ákveðið stjórntæki og eftirfylgni með framleiðslu. Í fyrstu þetta neytendastyrki með því að markmið að niðurgreiða þessa vöru til neytanda en síðan var svo breytt í styrki til framleiðanda. Þar sem fyrri aðferðin tryggði ekki framleiðsluna. Eftir 91 voru teknar upp beingreiðslur beint til framleiðanda og þá fyrst til sauðfjárframleiðslu síðar til mjólkurbænda. Kosturinn við íslenska styrkjakerfið að þetta gagnsætt kerfi en í mörgum öðrum löndum gagnsærra heldur í mörgum öðrum löndum og við þekkjum þá stærð sem fer til landbúnaðarmála en ég ekkert endilega að tala þetta sem gallalaust kerfi og þarf að vera í stöðugri endurskoðun. Í dag eru beingreiðslum veitt til sauðfjár, mjólkur og garðyrkjubænda og þeir sem að framleiða tómata, agúrku og papriku, auk þess sem ríkið að greiða niður raforku til garðyrkjubænda sem vel. Þessar niðurgreiðslur hafa nokkur hlutverk. Í fyrsta lagi þetta hugsað sem niðurgreiðsla á grunnvörum matvara. Þetta líka til að styrkja íslenska framleiðslu, auk þess sem þetta styrkir byggðir í landinu öllu og þá með landnýtinga og byggðasjónarmið og hið opinbera nota þetta sem stýritæki á framleiðslu þessum vörum til að ná fram hagræðingu. Nú í dag í landinu 600 kúabú sem að telja eitthvað 26.000 kýr. Þannig að meðal búið eru 47 mjólkurkýr. Við getum ennþá sagt að þetta sé fjölskyldubú, þó við séum fann að sjá eitt og eitt rísa sem getur varla kallast það lengur. En skilyrði hér á landi til landbúnaðar eru náttúrulega sérstakar og erfiðar á köflum vegna legu landsins á hnettinum, kalt og hljóstrugt og ræktun erfið. En það líka margt hér sem gerir þessar vörur miklu betra og umhverfisvænni og þá ég að tala við höfum mikinn aðgang að heitu vatni og umhverfisvænni og nægri raforku. Þannig að þetta skiptir miklu máli í allri ræktun og grænmetisframleiðslu til dæmis. En til að stunda hagkvæma landbúnað hér á landi verður hið opinbera alltaf að koma að. Ef við tækjum ákvörðun að hætta þessum styrkjum og tækjum þann pól í hæðina að landbúnaðurinn reki sig sjálfur á markvarsvænan hátt. Þá erum við að tala mikinn samþjöppun í greininni, stækkun búa sem myndi dragast nær mörkum og einungis myndi við sjá landbúnaðarstað stundaðan á þröngu svæði á landinu. En við erum líka að sjá bílinn færast nær fyrir skilgreiningu að við myndum sjá það að þau myndu kallast verksmiðjubú og við erum að tala að í Þýskalandi 16.000 kúabú sem náttúrulega þið geti ímyndað ykkar að það nú ekki mikið svona hvorki dýravernd eða umhverfisvænt eða hvað má kalla það. Við getum náttúrulega flutt allar okkar landbúnaðarvörur inn fyrir minni kostnað og boða upp á ódýrari vörur til skemmri tíma. Við verðum líka að horfa í fórnarkostnaðinn. Hér framleiðum við sem næst hreinar vörur. Það bannað að nota vaxtarhvetjandi efni og bannað að nota sýklalyf. Á sama tíma okkur gert að keppa við innflutning á landbúnaðarvörum frá löndum sem leyfa þetta. Við erum náttúrulega eyland og kolefnisfótspor innflutningsmatvæla til okkar mikið og hefur aukist töluvert. Við erum að flytja inn rúmlega 700 kíló af matvælum á hvern íbúa. Ef við erum að horfa umhverfissjónarmið þá best að framleiða matvöru sem næst neytendanum sem við erum að gera einhverju leyti hér á Íslandi. Árið 2016 námu beingreiðslur til garðyrkjubænda 280 milljónir og auk þessum ylræktendum með tryggt rafmagn til lýsingar og niðurgreiðslum og kostnaði við flutning og dreifingu raforku.
Magnliðir í gjaldskrá fyrir flutning og dreifingu skulu greidda niður alltaf 95% og mér finnst þetta skipta gríðarlega miklu máli. Og þetta mætti jafnvel auka eða hlutföllin á milli þessara greina. Engin mannanverk eru svo sem hafin yfir gagnrýni og svo þetta fyrirkomulega einnig. Framleiðsla landbúnaðarafurðum hefur farið gegnum gríðarlega breytingar undanförnum áratugum og þetta hefur orðið bæði í tækni og dýravelferð. En salan á mjólkurvörum er samt stöðug og jókst 2,6% síðast ári. Þannig við erum að horfa á þetta eru mikilvægar vörur hér og eru ódýrar og við veljum líka með vasanum veskinu þegar við erum að velja okkur vörur. En þessu kerfi sem við höfum, þá höfum við raunverulegt val að kaupa íslenskar landbúnaðarafurðir, aðeins að stela smá tíma, ég er að klára. Við ættum ekki að stilla framleiðslugreinum upp sem óvinnum eða samkeppnisaðilum, heldur að stuðla fjölbreyttum vörum þar sem misjöfnum þörfum mætt. Þegar við neytendur, hvort sem grænmetisætur eða alætur, erum að velja okkur fæði. Við skulum vinna saman að virðingu og fjölbreytni og vinna saman að fjölbreyttum og heilnæmum íslenskum afurðum. Og ég þakka kærlega fyrir þetta boð og mér finnst mjög skemmtilegt að koma hingað. Takk fyrir, við vonumst bara til að fá spurningar á eftir. Takk fyrir. Ég þakka þér kærlega fyrir þetta. Nú tökum við okkur 5 mínúna pásu og byrjum bara aftur þegar klukkan hringir, er það ekki klassískt? Eftirlega að taka ykkur tíman að hugsa hvað þið viljið spyrja svo eftir. Sennilega ekki leiðilegri, þessi þeirri. Það bara komið að ykkur sem eru í salnum. Það örugglega eitthvað sem brennir á ykkur. Ef þið ætlaði að leggja fram spurningu, þá byrjum að kynna ykkur og taka fram aðferðið beinið spurninguna. Og kannski byrjum bara að sjá, réttu upp höndið með spurningu. Klassískt. Ok, þá getum við alltaf að vita hvað við erum byrja og svo þegar þið sjáuð að þið erum búin að svara spurningunni, þá megið bara réttu upp hönd og Benjamin svona gengur á minningar og sér hver er næstur að spyrja. Þú var að byrja hérna? Já, ég með sem sagt, þó ég búist ekki við í endilega alls svörum verðan, en þá þetta já eða nei spurning. Já, ég heit Katrín og spurningin mín til allra, sem sagt já eða nei, finnst þér réttlætanlegt að ég sem manneskja finnst siðferðislega rangt að neyta mjólkurafurða borgi 23.000 krónur á ári til þess að fólk geti keypt sér aðeins ódýrari mjólkurlítra? Geturðu endurtekið spurninguna bara fyrir mig? Hvað segirðu? Geturðu endurtekið spurninguna? Já, bara finnst þér siðferðislega rétt að ég sem réttlætanlegt að ég sem manneskja sem finnst siðferðislega rangt að neyta mjólkurafurða borgi 23.000 krónur á ári til þess að fólk geti keypt sér aðeins ódýrari mjólkurlítra? Já eða nei? Já. Hefum ekki fara bara alltaf sama? Nei, ekki, við skulum skipta þetta. Byrjum við mig. Og það bara, þú veist bara að fá já eða nei. Svo, ég skil alveg að við gerum það ekki en helst. Bara já. Ok. Ég get ekki svarað þessu svona. Ég er svolítið mikið já og nei. Næstu því, kærustu minni heimspekingur. Á meðan að það kerfi sem er núna kemur í veg fyrir ennþá verri dýravelferð, þá finnst mér það í lagi, þá segi ég já. Aftur á móti þegar það kemur þessu eins og öllu öðru sem að ríkið fjármagnar, að þetta eru sameiginlegir sjóðir, það er ekki bara þetta er náttúrulega ofboðslega stór siðferðileg spurning þegar kemur að öllum útgjöldum ríkisins. Og já, ætli ég verði ekki bara að segja já, segjum við hvað það er. Ef ég svara þessu bara út frá siðferðislegu sjónarmiði þínu, þá myndi ég segja nei. En ég er mjög erfitt með að segja, það er svo erfitt að segja já eða nei við þessu heilt yfir litið að þú ert að taka öll ríkisfjármál og hvernig þú ætlar út af það. En vissulega þá má líta það þannig að það er ekki siðferðislega rétt að það. Ég er sem sagt menntuð bæði hagfræði og heimspeki.
Heimspekingurinn í mig segir að það sé ekki og hagfræðingurinn minn segir að það sé, af því að ég tel ekki siðferðilegt heldur að kippa einu máli út úr þegar við erum að tala ríkisfjármálum með heild, þannig að því leyti ég að fara við kollegum í pólitíkinn. En frábær spurning og mjög brýn að velta spyrja sér. Sammála henni, við getum, já er svarið, en í samfélagi þar sem við öll lifum og búum, þá er reitt jafnt yfir alla ganga. Já, ég segja það sama, í rauninni bæði já og nei. Þeir fengast það svo. Þú mátt alveg það aftur. Þú mátt svara aftur ef þú fylgir reglunum. Það er náttúrulega þannig að í samfélagi þar sem við erum öll að vinna saman og leggja sameiginlega í sjóði, þá erum við öll að borga fyrir alls konar sem við myndum kannski, ef við fengjum að velja, bara að haka við, sem við myndum ekki velja að borga. En það er ekki þannig kannski sem betur fer, út af því að við veljum það að búa saman í samfélagi og leggja okkar að mörkum og hafa sameiginlega hagsmuni þjóðarinnar að leiðarljósi. Þannig að líka, já. Ok, takk. Næsta spurning. Ég skal spyrja. Já, endilega, og líka minni ykkur á að tala þannig að maður sem situr síðast þarna, aftast í salnum heyri. Ég heiti Ívar. Ég er vegan. Ég er búinn að vera vegan í 1 ár og nokkra daga, 23 eða þannig að maður til borðaði senst hamburgerar minn á þar. Og ég fór bara, ástæðan fyrir ég var vegan, það var því að mér langaði bara að komast að því hvað væri í orkudrykknum sem ég var að drekka. Því ég skildi ekki neitt sem stóð utan á. Ég sagði bara, wow, það er ég bara að drekka eitthvað. Svo fór ég bara svona að kynna mér þetta aðeins og svo fór ég að spá í því af hverju ég var að fóra á þetta en ekki annað. Svo fór ég að kynna mér þetta út frá því, vann í mér upp frá því ég bara tekið þátt í þessu, ég verð að vita hvað ég er að borða og hvað er hollustan til að fá fyrir minn líkama og ég kynnti mér þetta allt saman. Ég tel mig vera, búinn að kynna mér þetta mjög vel. Og mjólkurvörur skuli vera kannski skásti kosturinn sem við gætum gefið samfélaginu okkar. Ok, það er skásti kosturinn, okay. Það er annað að drekka eitthvað drast bara eða mjólk. Það er svona skásti kosturinn. Ef maður fær kvef, þá fer ég út í apótek og kaupi mér C-vitamin. Eða þá ég myndi þá semst, eftir ég var vegan, þá kynnti mér það. Það er meira C-vitamin í paprikunni heldur en í appelsínunni. Þannig ég myndi þá kaupi mér papriku. Þannig á ég að niðurgreiða það skásta sem ég get fengið, eða á ég að niðurgreiða paprikuna sem mun hjálpa samfélaginu mínu með kvefið sér til dæmis. Þannig að ég myndi vilja kjósa það að ef þú vilt vera í sveitinni og vera með búskap sem er bara æðislegt og einhverjir mega verið í því. Ég get ekki verið það, en einhver aðrir getur kannski verið. Ég myndi vilja kjósa það að styðja með 23 skallum okkar, allra henni, að borga niður grænmetis sem að hjálpar okkur með vítamínin og trefjarnar sem við þurfum til að lifa af, skilurðu? Heldur en í kjötinu sem er ekkert neina trefn. Þannig að spurningin mín er, get ég sem sagt, spurningin mín er sem sagt, væri hægt að breyta kerfinu þannig að ég myndi borga niður grænmetisframleiðslu heldur en mjólkurframleiðslu. Já, er það eitthvað sem að, þú veist, spurningin er það eitthvað sem þið getur svona, já, þetta Ok, þá var það þetta. Eða það var nei, það er ekki. Ok, Þú eru þessi allir að svara. Já, þið með öll svara þessu að svona koma með þessi vídeo. Paprikan er niðurgreidd. Paprikan er niðurgreidd? Já, það er bara Hversu mikið? Meira en 23 skallinn eða? Nei, sko 23 skallinn er heildar, er það ekki á landbúnaðarafurðum? Jú. Já. Þannig að það er sko af þessu sem að það fer til bænda, það er bara reynda framleitt, sem sagt beingreiðslur eru bara til tómatu, paprika og gúrku og síðan erum við að styrkja með raforkuna. En þú getur ekki valið að þetta er ekki eins og að fara á milli trúfélaga eða þannig sko. Nei. En þú getur ekki valið það, en svo er spurning hvort að við þurfum ekki að breyta kannski að hafa hærri meira vægi, grænmetis og kornrækt og allt þetta. Ok.
að þú getur ekki valið í dag. Nei, ég veit ég get ekki það. En væru til í að það er einhver spurning, veist? Sko, ég er eiginlega spá til þess að aðeins auðvelda þetta því að það eru fleiri spurningar og svona. Gætum við breytt þessu aðeins og bara spurt, þú veist, væri mögulegt að búa til kerfi þar sem að væri hægt að velja að styrkja frekar við grænmetis? Myndir þið sjá það? Eiga alltaf allir að svara öllum spurningum. Nei. Þið þurfið ekki svara. Nei, þá er líka beina spurningur bara til ákveðis, annars fara allir að svara. Já, ég held að hann hafi viljað að þið myndu þessi svara. Já, þetta var til ykkar. Má ég svara svona ekki alveg því sem þú veist þetta svolítið öðrunin á því róli sem þú varst á. Ég tel að einmitt að það væri kannski frekar að við ættum að skoða þegar við erum að hugsa í lausnum að við ættum kannski að fella niður innflutningstolla á jurtaafurðum eins og jurtamjólk sem er til staðar núna og við ættum þannig að niðurgreiða þær vörur beint til neytenda. Svo er náttúrulega líka eitt mjög áhugavert að við skoðum um þessa beingreiðslu sem við erum að tala að það eru tvær búgreinar á Íslandi þar sem við talaðum sko kjötrækt sem eru ekki beingreiðslur og það er svínarækt og kjúklingarækt. Og við vitum öll að þar er einmitt aðbúnaðurinn hvað verstur og sömuleiðis velferðin. Að þessar beingreiðslur, þetta er óbúslega erfitt kannski að fara einhvern veginn að breyta því kerfi eins og það er kannski auðveldast að horfa frekar á það að koma með einhverjar ívilnanir þegar það kemur að umhverfisvænni vöru og líka veganvöru. Út af því að það er óbúslega mikið eins og við ætlum líka kannski að vera að setja pening í einhvers konar nýsköpun þegar kemur að því að búa til okkar eigin jurtamjólk. Að það ætti að vera kannski meira tækifæri en einhvern veginn að reyna að fara að stjórna því, hvað er mikið í paprikur og hvað er mikið í lambakjöt. Já, þetta er mjög áhugavert. Væri til í kerfi þar sem þú getur valið í hvað skattheimtingu þú þarf að fara? Ertu að meina það? Já, væri til í að borga niður kjöt eða mjólk til að borga niður mjólkina eða... Það er nefnilega eins og kerfið er sett upp núna, þá náttúrulega er meirihlutin af niðurgreiðslunni sem fer til sauðfjárbænda og mjólkurbænda. Og það er bara innbyggt í kerfið. Þannig að ef við myndum vilja breyta því, þá myndum við koma bara þrýstingur utanfrá á Alþingi eða framkvæmdarvaldið að breyta fyrirkomulagi styrkjana. Og það er til dæmis hægt að gera með því að breyta kerfin í heild og ýta undir nýsköpun og nýliðun og náttúrulega neytendur geta líka ákveðið hvort þeir séu að kaupa dýraafurðir eða grænmetisafurðir. Þannig að þetta er svolítið svona markþætt, en jú, það væri ekki hægt að velja það þannig. Það er kannski svona laus sem mitt eftir því allavega. Já, takk. Mér langar rétt aðeins bara því það var eitthvað á hræringi á hann. Það eru 8 milljarðar á árið, 23.000 krónur á hvern einstakling í mjólkurvöru. Það er meira heilina en það er bara svo sem að tala um sama. Ég ég meina að þetta er það sjónarmið sem við viljum í Viðreisn nálgast hlutina á. Það er að taka annars vegar þessa beinu hætta þessi nálgun að vera með framleiðslutengda styrki eða þá hálfframleiðslutengdar beingreiðslur. Þetta gefa bændunum sjálfum frelsi og þá út frá búsetu eða svæðisbundna eða hvernig segðum við, það er hægt að finna ýmsar leiðir til þess, þannig að við teljum að það er örvi nýsköpun og auki tengsl við neytendur og fylgja þá eftir þróun einmitt í eftirspurn hjá þessum hópum. Og kannski má segja, akkurat með tilkomu hóps eins og veganista, að það sé fjárjarðugur nú en oft áður. Þannig að það þarf að gerast einhvern veginn í samfélaginu til að ýta undir eftirspurn og aftur, því að Bjarnar hringdi á mig áðan, var ég að reyna að tala um umhverfissjónarmiðin sem eru á allra vörum núna og allir eru að tala og bændur eru ekki síst áfram það að hafa þessa hluti í lagi. Þetta var líka upp á plattforminu fyrir einhverjum 2 áratugum eða svo endilega, ekki svona almennt eins og núna er, þannig að einhver x mörg ár héðan í frá, þá þetta orðið jafn sjálfsagt og bændur, ef við börum kæfum til að stýra kerfinu okkar í þá átt, hafa frelsi til þess að mæta þeirri eftirspurn án þess að kosti á styrkina. Stuttasvarið er nei. Ég held að allar svona reglur þurfa að vera almennar. Það er alveg útilokað ríkið að halda undan það hverju vilja greiða niður sérstakar vörur og hverju er greiða aðrar vörur. Það sé algjörlega útilokað. Þó að það sé svona kallið á rómantísk hugsun að geta alltaf svoleiðis. Þó að við varum öll að vilja gerð
að hjálpa til með sérstaklega þessum hópi með því að þeirra skattar færu bara í ákveðin farveg þá væri það er ekki framkvæmlegt að mínu viti. Og svo uppalinn fjárlögum 6,6 milljarðar í grunnskólaframleiðsluna á árinu 2017. Samkvæmt upplýsingum sín með frá upplýsingar á rannsóknarsviði Alþingis. Já, mér finnst þetta svo fáránlega áhugaverð spurning. Maður fyrir strax sem þetta að hugsa eins og trúfélögin, þar sem við náttúrulega sannarlega veljum hvort við séum skráðir trúfélög og svo framvegis. Þannig að mér langar rosalega að segja hvað að vera spennandi að skoða þetta. Ég ekki viss að það sé raunhæft eða það sé hægt. En eins og var komið inn áðan, þá erum við náttúrulega nú þegar að greiða niður sitt grænmetisframleiðslu. Því miður bara til reyndar C-vitaminsins, paprikana, gúrkunar og tómatana, sem við erum náttúrulega býsna góði í að framleiða. En við erum samt langt frá því að vera að framleiða nóg fyrir Ísland. Og ég myndi vilja sjá, eins og ég var að reyna að koma inn á í lokin á svari minni áðan, þá held ég að við ættum einmitt að horfa á að auka styrki til grænmetisframleiðslu og byggja hana meira upp. Og þá ekki bara þessara 3 tegunda, heldur allra tegunda. Það til dæmis alveg brjálæðisleg tækifæri í, ég veit ekki hvort þið gerir ykkur grein fyrir því, en það eru mikil tækifæri í að framleiða til dæmis, að rækta sæta kartöflur og alls konar graskirstegundir. Þetta er ræktað í Alaska og bara svona sem dæmi. Og ég held að við ættum einmitt að horfa á að auka fjölbreytnina á íslenskri framleiðslu á grænmeti og auka styrkina í það. Mér langar aðeins að bæta hérna við, en þú með þínu vali, ef þú ert að kaupa íslenska papriku, þá hefur það áhrif á markaðinn. Þannig að þú getur styrkt því náttúrulega með því, sko. Já. Herri, já, þá er komið að næstu. Ég heiti Birgir og þeir langar að beina spurningum að Olgu og Unu. Og nú eru næringarfræðingar alltaf vænt frá því að við erum að borða meira af grænmeti og ávöxtum og minnka mjólkurneyslu og kjötneyslu. Og er þá ekki rökréttast í stöðunni að setja alla okkar ákjörð í það að rækta meira grænmeti og ávöxti, gera fleiri gróðurhús, gera Ísland sjálfbærara og kolefnisspor? Já. Jú, það er algjörlega rétt. Það er eins og ég talaði líka að við viljum líka endilega að það sé einhver hvati fyrir bændur til þess að breyta starfshætti. Eins og þetta núna ef þú ert sauðfjárbóndi eða mjólkurbóndi og það er svo fastur í því út af því að þú færð þessi greiðsla sem þú færð svo bundin við að þú uppfyllir eitthvað tiltekinn kvóta af framleiðslu. Þannig að það er enginn hvati, ef það gengur illa hjá þér, það er enginn hvati til þess að skipta yfir. Og sama með og það sem við förum líka inn á í þessari stefnu að við viljum ýta undir þess umhverfis, þessi landbúnaðurinn á Íslandi, hann er ótrúlega óumhverfisvænn. Ég held að sé fyrir hvert kíló af kjúkling sem við framleiðum, þá þurfum við að flytja inn 2,3 kíló af korni, eða fæði fyrir kjúklinga. Þannig að þau rök að það sé umhverfisvænn að rækta til dæmis kjúkling hér heldur en að flytja niður, en þau halda ekki vatni. Þannig að það þarf að uppfæra alla þessa stefnu með tilliti til þess að hún verði umhverfisvænni og að bændur geti, ef það eftirspurnin er sú að draga til dæmis úr mjólkurframleiðslu og auka, það er alveg skilyrði til staðar til þess að gera það, en við megum ekki binda fólk í einni atvinnugrein ef hún er ekki að standa undir sér. Þannig að, já. Já, stuttasvarið er klárlega að við ættum að vera að gera bæði í þeim skilningi að á meðan það er eftirspurn, meðan það er innlend eftirspurn eftir þessum afurðum, þá er það kannski rökréttast að anna þeirri eftirspurn með íslenskri framleiðslu. Þannig við séum ekki að flytja hérna inn mjólkurkjöt frá Danmörku eða svínakjöt eða eitthvað frá, eða nautahakk frá Kína, þú veist. Á meðan að svo eftirspurn er til staðar, þá finnst mér að það ætti að vera íslenskur landbúnaður og við séum að framleiða þessar vörur hér.
þegar það kemur að því að rækta meira grænmeti, þá veist við ættum á sama tíma að vera að efla grænmetisrækt og líka sérstaklega nýsköpun í grænmetisrækt og horfa líka til þess sem er að gerast í Svíþjóð með Oatly. Þetta er sprungið þegar við byrjar að flytja inn hafra annars staðar að við getum ræktað hafra hérna á Íslandi og við getum ræktað aðra jurtir til þess að búa til mjólk og aðra vörur. Þannig að ég held að við ættum klárlega að setja bara meiri peningi í nýsköpun í íslenskum landbúnaði og gefa bændum tækifæri á að prófa sig áfram og kerfisbreytingar, stóra kerfisbreytingar ættu bara að komast einhvern veginn að við ættum að koma þeim á þegar að neysluvenjan breytist. Og hún er hægt og rólega að gerast það núna og ég held svona persónulega að það muni verið einhver risastór sprenging eftir nokkur ár og þá þyrftum við kannski að skoða einhverjar kerfisbreytingar. Að þetta fer sífellt vaxandi og við þurfum bara að vera undirbúin fyrir það. Og ég er alveg nokkuð viss það að bændur gera sér alveg grein fyrir því að neyslumynstrið gæti fara að breytast á næstunni. Þannig að ég held að við eigum bara, eins og ég segi, á meðan að það er þessi eftirspurn að við ættum að vera að gera bæði. Þannig að ég bæti eins við að þetta náttúrulega svo þetta ekki umhverfisvænt í rauninni þessi mikla ræktun sem við erum með hérna á landi. Og það væri náttúrulega líka mjög gott að sjá einhvers konar hvata frá ríkinu út af því að eins og staðan núna þá erum við gríðarlega mikið eftir á að jafna þessi kolefnisspor sem við erum með. Og það væri, við þurfum að borða meira grænmeti, við þurfum að borða minna af kjöti. Og ég veit í tala að neytendur þurfa þá að vera duglegir að sýna fram á að þeir vilja. En við búum bara við kerfi þar sem endalaust verið að tróða upp á okkur mjólk og kjöti. Og það er ekki endilega hagur þeirra sem búa hérna í landinu. Það er hagur einhverja annara. Og ég ætla bara að segja að það er hagur MS og það er hagur SS að við séum að borða þessu vörur. Þannig að við þurfum bara svolítið að það þarf bara, við getum ekki beðið í nokkur ár. Þetta þarf að gerast núna og þetta þarf að gerast strax. Næsta spurning. Það er einhver hérna? Góða kvöldi, ég heiti Guðrún Sóley og vil þakka samtökum og skipuleggjendum þessa fundar kærlega fyrir málefnalegan góðan fund, brýn umræða og eins þáttakendum hérna. Það verið svona greinargóðar umræður umhverfisverndarvinkilinn á veganisma en það er ansið þver svona fræðileg stefna. Líka hefur verið snert hérna á því sem snertir næringafræði. Mig langar aðeins að beina sjónum að siðferðisvinklinum á veganisma og vildi spyrja þvert af þáttakendur hvort þeir hafi kynnt sér framleiðsluferli mjólkur, hvernig framkvæmdin er í raun og veru hér á landi og hver þeirra skoðun sé á því. Byrjum þá bara hérna. Yes. Ég hef svo sem ekki farið inn í öll mjólkurbú á landinu en ég hef heimsótt hérna allar ræktu á Norrlandi og í þeim báðum fannst mér reyndar áberandi hvað allan í þeim tilfellum þarna þá var áberandi hvað bóndinn lagði sig allan fram að reyna að láta húnum líða vel. Og annar þeirra til dæmis var bara með, þær gengu í rauninni bara frjálsar úti og inni og það var alveg svona, hann var allan að reyna að leggja sig allan fram og ég held að íslenskir bændur geri það svona heilt yfir allan hvað varðar mjólkurframleiðslu að við getum allan við getum haft mismunandi skoðanir á siðferðislegum hluta þess að halda dýr og tala ekki að borða þau en að nýta dýraafurðir líka. En ég held að á Íslandi erum við, eins og hefur svo sem komið fram hérna líka, að þá eru, held ég, sem betur fyrr, langflestir bændur að gera þetta að einhverju virðingu fyrir dýrunum. Svo að þeir vilja ekki að þeim líði illa. Allan að það sem ég hef komið sem betur fyrir og ég held bara til þess að koma aðeins inn á það sem var rætt á hann út af því að það var smá misskilningur inn á milli okkar, mér langaði aðeins að bæta við á hann. Ég held að það séu með svona mikil sóknarfæri í nýsköpun í landbúnaði og kerfið ánáttúrulega að styðja við það bara svona aðeins til þess að koma inn á
og spurninguna áðan og þar náttúrulega hlutverk okkar sem neytenda og einmitt siðferðislega meðvituð neytendur að velja og hafna vörum út frá okkar bestu vitund og þar með hafa áhrif á framleiðsluna. Áður en við höldum áfram að þeir bara biðja ykkur að vera eins stuttur og getið af því að við viljum reyna að svara sem flestum spurningum og ég veit alveg að þið hafið í ykkur að segja hlutina. Ok. Takk fyrir spurningu. Ég held að við getum mjög stolt á okkar landbúnaði og mjólkurframleiðslunni ekki síst. Það búi vel að dýrunum og ég kom að sinna það í minni framsögu þá. Ég hef komið á afar mörg sveitabýli reglulega og mjög oft hverju mánuði, hverju ári. Ég hef oft komið í mjólkurbúin, ég þekki þessa ferla, var í sveit sem pegi og ég held að Íslendingar geti verið gríðarlega skotnir af því hvernig staður landbúnaði. Hér minnsta sýklalyfjanotkun í heimi í öllum landbúnaði og fiskeldi og við erum að gera hlutunum vel. Það eru aðrir að horfa til okkar hvernig við stöndum að þessum hlutum, hvað við búum við heilnæmt kerfi, heilnæmi náttúru, hreint vatn og loft og við erum stolt af því. Já, takk, þetta mjög góð spurning og ég verð að svara henni þannig að ég hef ekki kynnt mér það í hörgul. Ég hef komið inn á einstaka búabú hingað þangað á landið og tek undir með kollegum mínu hér að ég hef litist mjög vel á það sem ég hef séð og fundist vel hugsað dýrin og mikill metnaður meðal bænda. Þekkið ekki dýpra og svo ætlum ég bara að fá að hljóma eins og bílum plata og ég segja nákvæmlega í því að halda þessu sjónarmiðum á lofti og það verður vaxandi þungi í þessu, við vitum það skiptir frelsið máli, það skiptir máli að neytendur séu frjálsir til að velja og bændur til að framleiða sína vörur. Þannig að þekkið ekki hörgul en ég veit að þetta eitt af stóru málunum á sjónarmiðum. Já, takk fyrir þetta. Nei, ég hef ekki persónulega kynnt mér mjólkurbú á Íslandi og svolítið erfitt með að svara þessari spurning á diplomatískan hátt því að ég ekki grænmetisæta en ég átta mig á að siðferðislega þá eru svona fjöldaframleiðsla á dýraafurðum ekki, hún getur aldrei verið algjörlega, það er ekki hægt að segja, þú veist, það er hægt að segja að hún líður betur hér en í öðrum löndum en þetta er samt ekki eðlilegt ástand fyrir dýr að vera í þessu umhverfi. Að því sögðu þá átta ég mig á að við þurfum fæði og við þurfum að gera þetta einhvern veginn og ef að Ísland er fremst í flokki út frá einhverjum stöðlum einhvers staðar frá hvað það varðar þá er það gott að blessað. En ég held samt að við þurfum heilt yfir, við erum ennþá að lifa á fæði sem var fundið upp fyrir einhverjum 100 árum fyrir samfélag sem hentaði þeim tíma. Þannig ég held að fyrirgeðu hverjum miklum orðalengingum en ég held að heilt yfir litið að það þurfum við að endurskoða matavenjur okkar almennt. Já, ég hef ekki kynnt mér aðstöðu á íslenskum búum, ég hef gert það erlendis og það var eina fyrsta ástæðan af hverju ég ákvað að vera veganir og bara einhvern veginn kynna mér þetta. Og eins og ég segi, bara ég bara, borða ekki kjöt, engar mjólkurvörur, ekki neitt, engar dýraafurðir. En þú veist þess að ég segi bara ég vinn ennþá í geira sem kemur að þessu og ég meina ég geri það upp við mig svona út frá siðferðilegu sjónarhorni oft á dag og það er bara, já, viss fellibylur sem ég stend í en eins og ég segi að ástæðan fyrir því að ég á óbúslega erfitt með að fara einhvern veginn að opna þetta kerfi er að ég er svo óbúslega hrædd að hér skapist einhverjum möguleikar á því að hér verði eins aðbúnaður og erlendis þegar við erum komin upp þessu stóru bú og þessu hræðilegu aðstæður sem að kýrnar eru komnar í og ég er ekki að hafa þetta lengra. Já, ég hef kynnt mér það, ég er alveg í sveit og ég var kúabóndi og get líka sagt að ég fylgist vel með því og kem oft inn á íslensk kúabú og ég get sagt þér að það voru mikla framfarir í hvað varðar dýravernd og aðbúnað dýra. Fyrir 30 árum þá voru allar kýr á básum og til dæmis að koma inn í fjós og þá mætti manni svona baulandi hópur og þá voru maður að fara að mjólka og gefa. Þeim vantaði fóður og það vantaði að láta mjólka sig. Í dag þegar þú kemur inn í svona fjósstað sem til dæmis róbóti og það er ganga lausar
að þá heyrur ekki baul. Og þetta eru bara, þær eru ganga frjálsar og ganga í sinn róbóta. Þannig að svo sem mér finnst að hafi orðið mikla framfarir, það náttúrulega, við erum með ákveðnar reglur og til dæmis á lausagangan að vera komin í lög, ég man ekki nákvæmlega hvaða tímasetning það og það bara ákveðin tímarammi sem gefinn og eftir það ef þú ert ekki með kýr sem eru í lausagöngu þá til dæmis færð þú ekki beingreiðslu og það eru viðurlög við ef það eru farið illa með dýr og ég þekki skepnuna þannig, ég veit að þetta mjög tilfinningar og það gáðar skepnum og að taka kálf frá kú, maður gerir það ekki strax. Það alveg, hvað maður að segja, það kemur ákveðið hreiður, maður setur kúna í ákveðið hreiður þar sem hún ber og með kálfinn, hún karrar það og allt það. Þannig að, en svo náttúrulega það tekið og það náttúrulega miklu styttri þessi tími sem að kálfurinn gengur undir. Ég meina heldur en kannski eitthvað eins og við horfum á lömbin í haganum sem elta maðurnar allt sumarið. En það náttúrulega, við vitum það náttúrulega í íslensku árferði að íslensku nautgripi, þeir myndi aldrei geta lifað á Íslandi nema að vera í húsi. Þannig að þeir myndi ekki þola veðurlagið, það bara þannig. Þannig að en nú er ég búin að tala alltaf lengi. Já, ég þekki. Jæja, þessi spurning. Anna, hver er fyrstur? Það ég? Yes. Já, takk alveg. Sælverði, Geir heiti ég og bara þakka ykkur öllum fyrir fróðleg erindi. Það er alltaf mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu öllu. Nú, eins og áður hefur komið fram, þá er í raun, æskilegra að borða grænmeti ávexti á sama tíma og sýnt hefur verið fram á að kjöt- og mjólkurneysla í raun, getur í raun bara verið svolítið óháð. Eins og nýjustu rannsóknir alltaf að benda til og þá er þetta kannski svona upp á forvitni sakir að þetta beina þessa spurningu til þeirra flokka sem aðhyllast neyslustýringu, hvort það væri ekki nær að setja bara neyslustýrandi skatt á kjöt og mjólk eins og er gert með áfengi og tóbak eða þá eins og með umhverfisskatta eins og það er á bensín. Ég þarf svara. Þeir mega að svara þessu sem Vil ég ekki undir hverjir styðja neyslustýringu eða? Æjuna! Þú veist, eigum við kannski bara... Ég held að ríkið er ekki að stjórna neyslustýringu með stýringu. Ég held að það sé náttúrulega algjörlega og alveg eins og þú vilt fá að ákveða hvað þú vilt borða vinnur, þá vil ég bara líka ákveða það. Mér finnst að ég og þú eigum bara að sitja við sama borð varðandi hvort sem það er lyfjagreiðsla eða bara opið markaður, eins og ég tek undir hérna með þeim sem tala fyrir því og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að hvort sem að við erum vegan fólk eða fólk sem að borða kjöt og fisk og við lifum við sama samfélaginu, við berum virðingu hvort fyrir öðru og við þurfum að búa við sömu kjör. Það held ég sé bara, það er alltaf botnanlegt. Ríkið reyna að búa okkur öllum sömu kjör, hvað sem við viljum svo gera með þau kjör, kaupa grænmeti eða fisk. Nei, stutt svar. Ég sé nú ekki fram á það að það sé mikilvægt og eins og ég segi, ég finnst það kannski ekki rétt skrifa núna en við getum nú alveg skoða það. Ég sé bara ekki tilganginn og að setja einhvern veginn neyslustýrandi skatt á þessar vörur. Hver er munurinn samt? Hver er munurinn á eins og hann talaði áfengi og tóbak í eitthvað sem allavega ekki að það er svolítið svona, hvað segir maður, endorsement fyrir mjólk, sko. Það ríkið sé að reyna að ýta undir mjólkurneyslu með því að halda það niðri. Það er svolítið þvert á réttlætinguna fyrir annars konar neyslustýringu. Ég held að einhvern veginn í grunninn að niðurgreiðslustýrður skattur á eins og áfengi og tóbak ber beint inn í lýðheilsuna og ber beint inn í lýðheilsustarf. Og líka til dæmis ég reka SÁÁ og afvötnunarstöðvar.
Og ég veit ekki, jú, við getum alveg að skoða ef við ætlum að setja upp afvötnunarstöðvar fyrir kjötætur, þá það eitthvað sem við ætlum að skoða. Það er ostinn, sko, það skiptir ost. Já, ostinn. Eigum að lega henni að svara svo líka og reynum svo að halda okkur við réttu pöntkerfið af því annars getur allt bara farið í rugl hérna. Takk. Ég er í sjálfsög, ég er ekki að svara sko spurningunum öðruvísi bara með svona vangaveltu sko aftur að þessum framleiðslu tengdu styrkjum sko. Þeir eru náttúrulega ekki nema næstu skattur, þeir eru náttúrulega tengdir ákveðinni framleiðslu, akkurat þessari sem hún nefnir sko, þannig að þetta er bara spurningum forminskjöfunda mínus eða plús, það er verið að niðurgreiða ákveðnum vörur versus það er náttúrulega sér þetta á og skattleggja síðan aðra, þannig að það er ákveðið misvægi og svo verði ég að fá aðeins að nota af því að, og ég er alveg sammála því sem hefur komið fram hérna og Una talaði sérstaklega þegar það hefur komið fram víðar, þetta er ekkert á okkur sjáu fyrir sér æskilega þróun í einhverja massa verksmiðju framleiðslu, fjöldaframleiðslu búa og ég bara segi fyrir mína part að ég sé engin tengsl á milli frelsis frá framleiðslu tengdu styrkjum og yfir í þegar það þurfa að vera útkoman. Mér finnst þetta bara vera tvennt algjörlega óskilt sko, þannig að bara því ég skildi það áðan eins og þú er að tala að það opna kerfi og breyta þessar framleiðslustýringu, það væri hægt á sko. Ég langar bara alltaf að leggja þau sett í umræðina, það er alltaf ekki út frá okkar bæðindur síðan ekki. Svara aðeins við. Einhvern veginn eins og ég sé þetta svolítið fyrir mér er að eins og staðan er núna að þá er það einmitt sko, það er sótt mjólk á öll bíli á Íslandi sem óska eftir því, bara út allt land. Og þegar það er komið kannski hendur afurðastöðvanna að borga bændum fullt verð en ekki niðurgreitt, að þá kannski getur það ýtt undir að óskin sé kannski að hafa sem mestan hagnað og að þá sé ekki eins líklegt og það skildi vera að fara allt land og sækja mjólkina sem getur leitt til þess að það myndist svæði til dæmis sem bara í Eyjafirðinum og Suðurlandi þar sem að öll búin kannski koma saman og kannski hægt og rólega breytist það í stærri bú til þess að koma á meiri hagnaði og eins og ég segi, þetta er kannski svartsýnustu spá en ég bara vil helst ekki opna fyrir þau tækifæri að ef það er afurðastöð sem eru algjörlega hagnaðardrifin að hún geti náð sem mestum hagnaði á kostnað dýrunum sjálfa. Og ég meina, ég meina stærri bíli þýðir ekkert endilega verri dýravelferð en það er alltaf þessi möguleiki og eins og staðan er í dag þá er það í starfsreglum auðhumlu sem að segja að sækja mjólkina að það er bara í þeirra samþykktum að þau sækja mjólk hvert sem er. Þau eru kannski komin svona pínu út fyrir hana, þannig að það er einmitt sko tæknilegt atriði sem að væri hægt að skoða lagasetningu en einmitt þess að ég segja að þetta er eitthvað sem við þurfum að fara óbúslega varlega í og ekki neina kerfisbreytingar sem við gerum bara 1, 2 og 3. Þá er það þarna held ég næst. Mér langar að spyrja, Birgir hérna aftur, mér langar að spyrja Olgu að því þú myndist á MS áðan, það er að ýta vörunum sínum á fólk. Hvað finnst þér að MS sé að ýta vörunum sínum á börn í skólum og ýta undir neysluvenjur og þeim frá unga aldri? Mér finnst það, ég held að þetta komið svolítið inn á spurningunum sem var hérna áðan um stýra neyslu með sköttum. Sko, Píratar trúa náttúrulega á sjálfsákvörðunarrétt einstaklingar og með því að til þess að tryggja að fólk geti tekið upplýst ákvörðun þá náttúrulega verða það að fá allar upplýsingar. Mér finnst þetta mjög varhugavert út af því að eins og rannsóknir sýna að þá þurfum við ekki alla þessa mjólk eins og hefur alltaf verið haldið fram. Og eins og ég nefndi áðan þessi auglýsing þegar ég var krakki, 3 mjólkurglös á dag eitthvað, ég var að pína honum í mjólk sko, því ég hélt einhvern veginn að ég yrði svo ótrúlega heilbrigði. Mér fannst mjólk ekki góð og í dag þá drekk ég eiginlega aldrei mjólk, þú veist. Þannig að ég held að sko kerfið sé orðið svo ótrúlega, þetta er allt svo samofið. Þú ert að framleiða gríðarlega mikið af mjólk, það þarf einhver að drekka þessa mjólk og þá náttúrulega markaðssetur hana grimm. Þannig að við höldum að við þurfum þessa mjólk. Þannig að neytendur ekki að fá réttar upplýsingar hvað þau þurfa. Og ég er alveg sammála því að við getum alveg fengið, næringin sem við fáum á mjólk getum við fengið annars staðar frá auðveldlega. Eigum við þá að fara að réttlæta það að fara að niðurgreiða innflutning á grænkáli og spínati til Íslands eða fituríku fæði til þessu upplýsingum þörfum. Þetta er bara, það er ekki verið að svara eftirspurninni og það er ekki verið að svara því sem það er verið að búa til þörf sem er ekki til staðar í líkamanum á. Eða þú veist, þú skilur hvað ég meina,
markaðssetja þetta og telja okkur trú að við verðum heilbrigð. En það er bara ekki, það er ekki rétt. Þannig að mér finnst það ekki rétt að vera að markaðssetja þetta til barna. Vilja aðrir í pallborðinu bregðast við þessu áður en höldum áfram? Ég vil bara aðeins að koma inn á það. Ég bara sem 5 barna faðir. Ég var alveg þannig og börnin mín hafa verið alveg þannig og það hefur verið gegnum skólakerfi á Íslandi með aðkomu lækna og annarra að alla tíð hefur það verið sagt að mjólk og mjólkurafurðir verið hollar fyrir börn og unglinga, verið kalkmyndandi og gera marga góða hluti. Ég nú ekki læknir og ég ætlum ekki bara út í það, en það bara viðurkennd staðreynd, alveg sama hvað ykkur finnst það og þið eru á móti mjólk, þá það bara mjög eðlilegt, en að bara halda því fram að það sé verið að halda mjólk af börnum sem það sé bara hættuleg vara. Ég bara... Hvernig segja þess að hættuleg vara? Já, það var svona nánast verið að gefa það í skil. Það má alveg setja þeirri voru. Ég segi nú það bara kæru vinir, að ég ber alveg fulla virðingu fyrir ykkar skoðun, en að gefa það í skil, að gefa börnum skil í skólum, að það sé eitthvað að vera að halda einhverju vöru að. Ég skil ekki svona málflutningar, bara vil ekki við, sko. Við ætlum að gefa Albertínu tækifæri til þess að bregðast. Fyrirgefu þig, felli auðvitað, það er ekki að henni tækifæri til að bregðast þessu. Alveg greinilega skipur og hundleikar hérna. Og síðan en reynið að vera stuttar. Já, sko, mér finnst bara almennt að það ekki verið að halda einhverjum ákveðnum vörutegundum að börnum, hvort sem það mjólk eða iPhone-ar eða eitthvað annað. Við eigum að reyna að halda þeim frá þessu markaðstengdu, frá mammon. En sko, ég meina, við erum ofta, sko, mjólkur, framleiðendur versus vegan, þetta er ekkert endilega andstæður. Við erum alveg með fólki upp í sveit sem að framleiða þessa típisku íslensku mjólkurframleiðendur, típisku íslensku landbúnaðarvörur sem að neyta ekki þessara vara. Og ég meina þau eru upp í sveit, þá getum við líka verið þannig að það eru kannski helmingurinn fjölskyldur sem getur ekki drukkið mjólk eða eitthvað svoleiðis. Þannig að öll flóran er til allstaðar. Við erum ekki svona föstum grúpum. En ég er alveg sammála því, við eigum ekki að halda einhverjum ákveðnum vörutegundum að börnum, hvort sem það heiti mjólk eða eitthvað annað. En ég held að þetta eigi bara að vera val. Una? Já, ég vildi bara, þú myndist á grænkál, innflutning og eftirspurn. Hefur einhver séð grænkál í búð? Nei, bara ég er búin að vera að leita grænkál núna í 2 mánuði. Ef einhver veitur í fæða, þá er ég fíkil. Það er alltaf til á Akureyri. Já, þetta var fallegur endir á þessum umræðum og þá bara byrjum við næstu spurningu. Helgir ég og þessi svona aðrar klásmyndar en þó til áfram. Það er búið að tala núna landbúnað versus regluna og grænbúið og þannig. Og óháð bara lýðheilsu, siðferðis og umhverfis pælingum, þá sýnir þessi hagfræðilega að það er bara mun eins og fulltrúi Pírata kom inn á að það er mun hagstæðari rauninni að ég það neita beint grænfæðilega, þetta er að fóður hana fyrst dýra, neita síðan dýra. Því það glötum við ákveðna orku og það er ég bara spái, er það ekki hlutverk ríkisins að reyna svona örlítið að beita þess átt, sérstaklega það sem að landbúnaðurinn oft ekki með framtíð, það er ekki ríkisins. Bara fyrst Ásmundur? Sko ég held að það sé hægt að finna alls konar einhverjar hagræðingar og eitt sé ódýrara en annað. Ég held að sé bara mikilvægast að ég og þú getum bara valið það hvað við viljum borða. Og það sé ekki ríkið sé borgi að ýta undir það ef það sé bara viðurkenndur hollur matur. Svona almennt viðurkenndur. Auðvitað er hann mishollur. Og væntanlega grænmeti misholl, ég bara þekki það ekki nógu vel sko. En ég held að ríkið eigi ekki að koma að því að segja
einn daginn að nú eigi bara allir að vera grænmetisætur af því að það er eitthvað auðveldari kerfi á því. Eða eins og Pírati sagði hérna áðan að það ætti, ef það væri lítið að gera í sauðfjárræktinni þá ættir það allir að hoppa yfir í gróðurhúsarækt. Það er nú bara ekki gert á svona einu degi að skiptum búgreinar og menn búa nú kannski bara þannig svæðum að það er bara ekki hægt. Þannig að þetta er ekki, það er voðalega auðvelt að tala og vera alltaf sammála á síðasta ræðumanni, ég bara er ekki þannig gerður. Þannig að við bara við erum bara ekki sammála þessu hluti og ég held að svona lítill minnihlutahópur, hann fari nú ekki að snúa þessu og borð fyrir okkur hinum sem að viljum hafa þetta bara í ágætu formi eins og þetta er. Hanna Katrín? Já, takk. Mér finnst þetta, mér finnst þetta einfalt. Mér finnst að ríkisstyrki til landbúnaðar eigi auðvitað að ýta undir sjálfbæra nýtingu náttúrunnar, aðra umhverfisvernd og nýsköpun á þessu sviði. Punktur. Ég er ekki móti nýsköpun, það er ekki nýsköpun. Albertína? Já, langaði að út frá þessari spurningu og viðstrenda með langar ansvarsmenn og ég veit að ég er að tala mikið. Mér finnst þetta svo frábær umræðin í kvöld og þetta er ótrúlega mikilvægt ekki síður fyrir okkur að fá einmitt þessar spurningar og þessar vangaveltur inn í starfið á þinginu. Þið vitið það örugglega alveg eins og ég að heimurinn okkur er að fjölga, það eru rosalega mikla breytingar og staðreyndin er náttúrulega svo við þurfum að framleiða meiri mat næstu 40 ár heldur við gerðum öll síðustu 8000 ár. Það eru bara rosalega hraðar breytingar og ábyrgð okkar Íslandinga er ekkert minni í því. Og við eigum að vera einmitt óhrædd við að taka svona umræðu. Við eigum að vera óhrædd við að taka umræðu hvernig landbúnaðarkerfi viljum við hafa, hvaða áherslur viljum við sjá við því og einmitt vera óhrædd við að endurskoða kerfið og bæta íslenska landbúnað. Hvort sem að það er í áttina að mín skoðun er svo við þurfum að horfa á aukna nýsköpun, við þurfum að leggja áherslu á þessa umhverfisverndi, aukna framleiðslu sérstaklega á grænmeti og áherslu sem ég er ítrekað búin að koma inn á. Ég held að það séu bara svona gríðarleg tækifæri fyrir Ísland að gera og við höfum að vera bara leggja líka áherslu á að meðan við erum að framleiða, við getum verið sammála og ósammála kjötál, meðan við erum að framleiða kjöt þá höfum við líka að leggja ofur áherslu á að við séum að gera það á eins vandaðan hátt og hægt er. Næsta spurning. Hætti Sunna. Mér langar að beina spurningum minni að Sjálfstæðisflokknum og Framsóknar sem töluðu svo vel mjólkurbúskapinn áðan. Nú hefur við oft heyrt að Ísland sé komið fram með að koma að þessum málum og er alltaf miklu betra hér heldur en í heilum móta heimi. Og nú nýlega hefur þessu hölur verið svipt af svína- og kjúklingarækt þar sem hafa verið mikið fréttum verri aðstæður þar en við gerum okkur grein fyrir og þá erum við að spyrja ykkur hér. Er einhver ástæða fyrir að það sé ekki til í mjólkurbúskapnum eða hefur hölunni einhverlega verið svipt af svína- og kjúklingarækt? Eða fara allir vondu bændunir í bændaheimilum í hressarækt en ekki í kúarækt? Byrjum bara á Hellu og svo fara Ásmundur orðið. Nei, ég held að við séum alls ekki með vondu bændurnar í svína- og kjúklingarækt sko. Við teljum svo sem með þessum til dæmis, með þessum beingreiðslum, þá er ákveðin, það er mikið eftirlit og við heyrum það oftar og oftar á því líka að það er verið að loka einhverjum ákveðnum búum út af einhverju ákveðnum vanbúnaði og svoleiðis, þannig að ég held að sé svolítið fylgst vel með. Við höfum fengið að þróa þetta hefðbundna búskap frá Örvalda með sauðkind og kýr. Þannig að en þessi svína- og kjúklingarækt eru miklu nærri að vera svona þessi verksmiðjubú sem að við viljum alls ekki hafa og höfum ekki haft í hinum búgreinum. Og þess vegna held ég að verksmiðjubúskapur er hættara við að koma niður á dýraverndinni. Og það er engar beingreiðslur þar eins og? Nei, það er engar beingreiðslur. Ásmundur? Já, ég þakka fyrir þessa spurningu, Sunna. Ætli það sé ekki bara með okkur landskeppnuna þannig að það er alveg saman hvað við gerum, að við gerum það mistök. Sumist og flestir standa þessi frábærlega
aðrir samfélaga og því miður alltaf skurðslar í öllu sem við gerum. Það í landbúnaði, það alls staðar í samfélaginu, öllum kerfum. Ég bara minna á það síðasta ári var lokað hjúkrunarheimili á Suðurlandi vegna ekki umönnunar heldur aðbúnaðar fólksins. Þannig að það gerist í öllum kerfum og halda það að það sé ekki bara í svínarækt eða kjúklingarækt og þanga bara til jólakallarnir, þetta ekki svoleiðis leikur. Það bara því miður einhvers staðar fólk sem gerir hlutin ekki eins og á að gera það og þannig mun það alltaf vera því miður. Næsta spurning. Góða kvöldið, Guðmundur heiti ég. Þessi spurning til ykkur allra. Sjálfbærni orð sem oft notað í landbúnaði og nærumhverfi byggt á ísskólingar. Ég spyrja hvernig getur grein sem með hæstu innflutningstolla í heimi réttlætt það að ofsetja kjöt á ekki hrakvirði til Kína, bara umhverfisvænt í því. Byrjum bara hérna með hraðarlið. Það að selja kjöt í Kína það? Veitu, hvað meinar þú að... Við erum að reyna að selja landbúnaðarafurðir. Já, við erum kannski tekið þetta, nú þetta eitt af því sem ég vinn við. Kemur það alltaf vel. Eins og staðan í dag, þá hefur einhvern veginn venjan verið svo að þegar við sitjum uppi með of mikið af lambakjöti, að þá það settur svo kallar dömpmarkaði. Ég meina mjög mikið íslensku lambakjöti fer í kebab í Breitlandi og það veit enginn hvaðan þetta lambakjöt kemur sem að borða það. Þannig að það sem að meðal annars sauðfjárbændur að gera núna og vonandi gera fleiri það líka, það að auka virði vörunar. Það ekki spurningin. Spurningin var hvernig við getum ætlast til þess að við megum flytja inn til Íslands en við erum framleiða meiri dýr og við ætlum þess að aðrir kaupa þegar hvað umhverfisverndin í því að offsetja þetta hlut til markara sem eru í Kína. Umhverfisfótsporið þar gríðarlegt. Þannig að ég ekki að tala gæði landbúnaðarins. Já. Bara til að klára það sem ég var að segja að með því að gera það þá opnar fyrir að þú fær meira fyrir vöruna og þá opnast kannski betur borgandi markaðir. Ef þú horfir á til dæmis kíló af íslensku lambakjöti sem ræktað hér og sent til Bretlands, þá það með lægra umhverfisfótspor en kíló af lambakjöti sem ræktað í Bretlandi. Þannig að þetta óbóðslega flókin starffræði á bak við þetta. Hvað segir þið? Bara halda ykkur við grunnspurningarnar. Þetta orðið svolítið flókið. Já, ég meina þetta til dæmis í ég var að hlusta á einhverja vegan hljóðkvöku daginn, það sama eins og með nýsjálfnest kjöt í Bretlandi, að það lægra umhverfisfótspor, ef þú flytur á alla leiðina frá Nýja-Sjálandi en til Bretlands, en lambakjöt sem af ensku lambi, út af því að það ódýrara umhverfisvæn vatn og raforkukostnaður. Þannig að það óbúslega flókið mál þetta með umhverfisfótsporið, en að sjálfsögðu eigum við að kannski miða frekar við að annað innlendri eftirspurn eins og staðan í dag og á meðan að við erum kannski með þessar betri vörur og ef að við erum með neytendur erlendis sem að vilja neyta þessari betri vöru þá sjálfsögðu eigum við að geta að reyna að bjóða það. Ef þetta svarar spurningunni. Nei. Ég bara bjóða þeim sem vilja bregðast við þessu og byrjum það bara á Hönnu og síðan Olgu. Já, takk fyrir. Náttúrulega útflutningur sem og innflutningur skilur eftir sig slík spor og stundum það réttlætanlegt í einhverju stærri mynd. Við vitum það sem eiland hér.
En þessi tiltekni útflutningur sem þú nefnir, hann afleiðing af þessu kerfi sem við teljum þarf á að breyta, framleiðslu hvetjandi kerfi í sumum greinum, þar sem að jafnvel við stöndum við framleiðslu því að það ekki verið annað eftirspurn annars staðar. Þannig að þetta jafnvægi vantar inn í vegna þess að ríkið með styrkjakerfinu sínu að stýra. Þetta afleiðing. Já. Olga og síðan... Já, bara þannig ég svariði í örstu að þannig kjötrækt hún ekki umhverfisvæn og mun eflaust aldrei verða. Og eins og ég held ég nefnt fyrstur áður og oft áður að það var skýrsla frá Alþjóða heilbrigðismálastofnun, ég held hún hafi komið 2016 frekar 2015, þar sem var bara kallað eftir því að öll ríki heims mun finni aðra próteingjafa en kjöt. Út af því að það að framleiða kíló af kjöti kostar gríðarlega orku, það kostar vatn og það kostar hafra eða hvað það er. Og þetta bara í grunninn, því miður, þá þetta ekki umhverfisvænt. Það hægt að finna leiðir til þess að sé minna kolefnisspor að flytja eitthvað inn eða flytja eitthvað út. En bara því miður fyrir þá sem elska að borða kjöt, þar með ég talin, að þá þurfum við að sætta okkur við að við þurfum að breyta lífsháttum okkar ef við viljum draga úr þessu kolefnisspori. Halla? Já, ég kannski svara ekki nákvæmlega þinni spurningu en talandi sem margt að við erum að tala, þú ert vantilega að tala þetta sem uppi núna að við erum með kjötfall og þurfum að flytja það út til þess að koma vörunum á markað. Að við sauðfjárrækt versus mjólkurframleiðsla, það að framleiða eitt lamb til neyslu tekur 2 ár. Við getum hraðar brugðist við markaðnum í mjólkurframleiðslunni heldur sauðfjárbúskapnum. Þannig að við þurfum, þannig að þetta lengra ferli, þannig að þá getur myndað svona fjöll eins og hefur gerst núna. En það kannski svara ekki nákvæmlega þessari spurningu en ég var af því að Hanna var að tala það að við þurftum að breyta þessu kerfi til þess að markaðsvæna gera meira markaðsvænt en við erum náttúrulega með ákveðna vörur sem er framleidd á ólíkan hátt, þessar vörur sem við erum að tala hérna í þessum íslensku landbúnaði. Herri, þá bara... Þá ég eftir. Já, allt í lagi, stuttlega, kannski? Er ég Guðmundur? Jú, það er. Ég er kannski bara sammála þér að ég held að við á Íslandi eigum ekki verið að hugsa að framleiða vörur á erlendamarkaði. Ég held að við erum bara einblína á erlendamarkað, standa okkur vel á honum, verðum með mikið vörúrval og gott framboð og góðu verði og ég held að það sem við eigum að hugsa Það er aftur mótið þannig að það er alltaf ákveðnar tegundir eða hlutar af afurðinni sem við til dæmis viljum ekki borða. Og það getur verið alls konar innmatur, það getur verið hálsæðar og alls konar hálfbitar og dót sem við höfum ekki kert okkur en aðra þjóðir eru mjög sólar í svona hluti og við sjáum það eftir að Filippseyingar og annað gott fólk sem hingað flutt inn að við sjáum að það er með allt þessu neysluvenjur við og við sjáum það til dæmis í Kólaborginum þar sem að selja svona hluti og svínakjöti og svínum sem við Íslendingar hefum ekki viljað leggja út í munns svona erum við sem betur fyrir misjöfn. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við getum selt þessa hluti úr landi eins og við gerum í fiskinum. Við erum að selja hágæða fiskir út allan heim til Evrópu og Ameríku og austur til Kína og Tævans og Japan og erum að fá frábær verð en það er líka hluti af fiskinu sem þessar þjóðir vilja ekki borða. Það er til dæmis hausar og bein og afskurður og aðrir hlutir sem við höfum ná gríðarlega góðum árangri í að þurrka og pakka saman og senda til Nígeríu á markað sem er sólgin í þetta. Svona er bara fólkið í heiminum misjafnt sem betur fer og þessi tækifæri þurfum við að grípa og þannig eru líka tækifæri við landbúnaðinn þó að náttúrulega og vonandi bara einblína á innlenda markað og þetta með kjöt, fjöll og annað slíkt bara það að fallþungi dilka sér 1 kíló minna á þessu hausti heldur var árið áður þá þurrkast út svona kjötfjöll þannig við þurfum alltaf að hafa svona borð fyrir bárið framleiðslunni og það er ekkert óeðlilegt við það. Já, þá er bara tími fyrir eina spurningu viðbútur sal en til þess að létta upp stemminguna smá þá langar mig að spyrja ykkur og byrja á þér Albertína hvað er uppáhalds grænmeti ykkar? Góð spurning.
Ég hugsa að smjörhneta sé ég svolítið uppáhaldi núna. Og græn. Smjörhneta, butternut squash. Sem heitir sem sagt smjörhneta á íslensku og grænkorn. Bara, get ekki valið á milli. Grænkorn. Og Tómas. Ég finnst nú bara allt íslensk grænmeti bara afar gott og mínu heimili er það alltaf í boði og mér finnst nú eiginlega bara grænmeti best sem kona mín gefur mig hverju sinni. Þannig að ég er bara alveg aðlægt á það. Litli tómatar. En af því að tómatar eru víst ávextir, þá er það rómur. Það er ekki alltaf það saman. Já, svartur. Sko, ef ég á að miða við það sem er oftast til ískapnum hjá mér, þá verði ég að segja paprika. Þetta er bara ekki meira spennandi. Nú erum við búið að dreyma grænkálssteikta pönnu með hvítlauksóttapipar í ógeðslega langan tíma, en ég ætla ekki að segja það. En nýja uppáhaldið mitt í augnablikinu er sem sagt ég vonandi þessi matatengd spurning. Það er sem sagt ekkert eitthvað svona ok. Það er sem sagt regnbogagulrætur í sous vide. Ó já, ég ef þið þekkið kjötætur á eiga þær flest allar sous vide tæki og ég mæli með að skella nokkrum regnbogagulrótum. Helst á já, þetta er alveg marga. Já, Íslenskt grænkál, en því miður fæst það ekki allt árið sko og ég stend mig ofta að ég vera að fann að narti eða í kassan sko. Þegar í búðinni minnst ógeðslega gott. Annars vill með róta grænmeti þá kannast. Ég var að segja að þetta kemur mjög óvart með grænkáli af því að fyrir mér það bragðast það bara svo ekkert. Alltaf ekki váka að gera mig óvinsalega fyrir öllum sem allavega gott fyrir á búið. Þá er bara komið að síðustu spurningunni. Já, ég heiti Áslaug og mig langar að beina einni einfaldri spurningu til Una. Af því að ég hjó eftir í inngangi hjá þér, Una, að þú talaðir að þú vildir geta sagt að þú værir vegan. Og svo kom á eftir að þú yrðir í bændahöllinni og þá var ég að hugsa, er það aðalástæðan eða myndir þú útskýra áhrif? Já, sko, mér finnst þetta mjög áhugaverð umræðinni mitt sko sem að skapaðist á Facebook-hópnum að hæ, ég er vegan, ég er fullkomin að ég lifi svo sem með vegan lífstíl en ég vinn líka við að markaðssetja lambakjöt. Já, það er kannski aðra þessu. Já, og þannig að ég á voðalega erfitt kannski með að labba og segja hæ, ég er vegan þegar að ég vinn í þessum bransa. En að öllu öðru leyti er ég í mataræðinu og er að breyta öllum mínum neysluvenjum þannig að það var náttúrulega meira það. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt kvöld. Þetta er í fyrsta skipti sem við prófum kannski eitthvað svona að koma pólitíkinni að við málefnum samtaka grænmetisræktar á Íslandi, ef mér skemmtist ekki, fyrir þetta kannski með svona fyrsta skrefum og svona. Og ég vona að það sé áhugi hjá ykkur, bæði sem sittur við pallborði og þeim sem sittur til að prófa aftur. Tala eitthvað annað kannski og að við höfum ekki verið á hörðu ykkur kannski. Ég er alveg að ferja að verða vegan. Já, það er bara En þá segjum við bara fundi slitið og þakka þér öllum kærlega fyrir komuna. Það er óvanalega skemmtilegt, við erum góða spurningar og bara